Ólafsdóttir, næsta máldagskrá. Já, kæru vinir og sérstaklega sénefnd, bara til hamingju mikla góðu störf, þetta er flott hjá okkur. Svo sjáum við þá hef ég hellt niður kaffi á þetta sem gerist og það kannski misti ég af ykkur sem sögðu þannig byrja afsökunar ef ég hérna að segja eitthvað hérna sem þeir eru búin að svara að því þetta ná í servitu. En hérna, eru þið búin að taka til uppröðuninnar, bara spyr ég, já, því ég hérna, þessi breytinga til að hún mun bara halda áfram að koma þangað til ég fæ já að nefið því og hérna ég held að þetta sé allt annars efnislega á frábæri leið. Það sem ég langar til að gera athugasemd við hérna í þessari stórkostlegu 7. grein sem að ég held að sé eins og Gísli og fleiri og þið hafi sagt mikil bóta, þá fæ ég svona tilfinninguna að því einmitt með sömu rökum og þið ákveðu ekki að binda fjölda hæstaréttardómara almennt, þá ætti heldur ekki að binda tölu þarna sko 7 og 8. Ég held að sé ekki endilega vitulegt að sko segja að þeir verða að minnst kosti að vera 7, af því við vitum ekki með til dæmis nýju millidómstigi hvort að hæstaréttardómur verða einhvern tímann fækka niður til dæmis 5. Það er mögulegt. Þannig að þarna erum við búin að búa til eitthvað svona þvingandi ákvæði sem að ég held að sé óþarfi. Það væri hægt að segja, þá held ég með tilvísun í dönsku stjórnarskrána sem Gísli kom inn á síðasta nefndarfundi okkar að minnstakosti 5 og svo einum fleiri af hinum ef við viljum halda þessum hlutföllum. En ég sting upp á því að það verði skoðað. Svo er ég mjög sammála því sem hefur komið fram hérna að við ættum að tilgreina ákveðin tíma og ég er alveg til að leggjast yfir einhvers konar tillögugerð í því. Ég held að það verði til bóta að kalla þetta einhvað eins og landsdóma eða eitthvað slíkt vegna þess að þetta er ekki hæstiréttur og þess vegna er villand að kalla þetta hæstarétt. Þarna er minnihluti hæstaréttar vissulega staddur en það gerir þetta ekki hæstarétti. Þannig að þó að þetta hafi kannski endanleg áhrif og sé bindandi og eigi að trompa aðra úrskurði hæstaréttar, þá held ég samt að við ættum bara að segja hlutin eins og þeir eru og kalla þetta eitthvað hvað svo sem það verður til dæmis landsdóm. Svo tek ég eftir því að lokum hérna í tillögun ykkar lögréttu sem er líka mjög góð, að þá hefur í skýringunni í annarri tillögu þá er talað ráðgefandi nefnd lögfróðra manna, þetta verður örugglega bara glemst að taka þetta út, af því það er ekki þannig í sjálfum textanum, þannig ég vona bara þessi sameiginlegu skilningur að það sé ekki endilega bara lögfræðingar, heldur vonandi sem breiðast. Og takk annars kærlega aftur fyrir.